slökkt á myndavélinni. En ég ætla örsnögt að fara yfir tillögur að menntastefnu Samfylkingarinnar. Og kannski minni ykkur á að setja á mute svona þegar komið inn á fundinn. En í tillögum að menntastefnu flokksins sem var skilað núna í nóvember, það einhver sem heyrir ekkert, en aðrir heyra eða hvað. Ja. Þá lögðum við einhverjum áherslu á eftirfarandi þætti. Það er aðgangur allra að gæða menntun sem hefur aldrei verið mikilvægari heldur en nú og við þurfum að tryggja aðganginn með öllum ráðum. Og hvað var það leikskólana, þá voru þetta helstu áherslumálin. Það er stuðningur við máltöku og íslensku færni sem þarf að hefjast strax í leikskóla. Og þetta er auðvitað grunnurinn að lestrarfærni og árangursríkum samskiptum. Og fyrirgefið, það er einhverju fleiri hérna að segja að það sé ekkert hljóð. Er svona almennt, heyrir fólk almennt hérna eða eru við? Heyri mjög vel. Okay. Já, ég heyri mjög vel í Ég held það bara áfram, en þeir sem að... Ég heyri vel. Ég er að gera svona skoðanakönnun. Mér sýnist alveg voðalega margir allavega að heyra vel, þannig að við höldum bara áfram og vonandi heyra fleiri heldur en færri. Ástæðan fyrir því að leggja áherslu á máltöku og íslensku færni er að íslensku kunnátta og lítil íslensku kunnátta er oft grunnurinn að miklum ójöfnuði. Og þess vegna þurfum við málörvun og málefning að verða forgangsverkefni í leik- og grunnskólum landsins. Og það þurfum einnig að bjóða upp á íslensku kennslu og öfluga málörvun fyrir börn með íslensku sem annað mál. Og snemmtæk íhlutun og viðeigandi stuðningur verði hluti af leikskólastarfinu. Að leikskólinn verði efldur sem fyrsta skólastigið og gjaldtöku þetta haldið í lágmarki. Og bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla verði brúað. Og svo að lokum starfsaðstæður starfsfólk leikskólana verði bættar. Og mig grunnar að Kristín Dýrfjörð muni aðeins fjalla það. Og hún er dósent á hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri og erindi hennar heitir Hvers vegna leikskólakennarar velja að kenna í grunnskóla fremur en í leikskóla. Kristín, má bjóða þér að taka við? Já, ég sem sagt fyrst. Erindi mitt er rannsókn sem ég gerði og hef verið að gera síðustu 2 árin, eða svo 1,5 ár, þar sem að ég ákvað að skoða. Kristín, nú datt hljóðið þitt eitthvað út. Heyrist í mig núna? Ok, heyrist það ekkert lengi? Nei, eiginlega bara frá... Þú þarf bara að búið búin. Þetta er nefnilega þessi, heyrðu, ok, ég semst bara alltaf að kynna fyrir ykkur rannsókn sem ég er búin að vera að gera síðast 1,5 árið, sem að ég, ástæðan fyrir ég fór að stað með hana var eiginlega þetta nýja leyfisbréf sem að gerða verkum að fólk þarf ekki lengur að afla sér aukinna réttinda til að vinna á öðru hvoru eða 3. skólastiginu og aftur. Núna, er það komið inn núna? Ég þarf að fylgjast þá bara vera að horfa á takkana. Þetta bara gerist, þetta gerist á þess að ég komi nálægt þeim. Og það og ég var bara að skoða það af því ég var búin að heyra að það væri svo margir leikskólakennarar sem væru að færa sig yfir til grunnskólans og ég vildi heyra í þessum leikskólakennarum sem voru farnir áður en lögin breyttust og svona á þessum tíma og þetta er hluti af rannsókn sem ég er búin að vera að vinna síðustu árin svona sem að ég kalla það sem ógnar leikskólanum og ástæðan fyrir því ég vil skoða sem ógnar leikskólanum er það að ég held að til þess að við getum breytt og til þess að við getum bætt og til þess að við getum stutt og styrkt leikskólan þá þurfum við að nefna það sem er að. Við þurfum í anda fræri þá þurfum við að þora að orða það sem er að til að geta tekist á við og til að geta breytt í. Og þess vegna er það nú sem að ég fór að stað. Ég ætla að sýna ykkur glærur og vona það fyrirgefið það ætla að enda þarna.
hvers vegna velja og þarna ætla ég að fjalla bara þessa rannsókn og segja eitthvað svona aðeins helstu niðurstöður. Ég hef engan tíma til að fara djúpt í eitt eða neitt eða gefa ykkur kvóti, tíminn of stuttur fyrir slíkt. En ég ætla að byrja á því að skoða stöðuna eins og hann núna, þar að segja síðustu opinberu tölur og samkvæmt opinberum tölum sem að miðast alltaf 1. desember, þá var það þannig að 2018 voru alls starfsmenn 6.176 og 2019 voru þið 6.410, þannig aðeins fjölga starfsfólki í leikskóla heildarfjölda, en leikskólakennara, þeim hefur fækkað. Þeim hefur fækkað 150 þarna milli þessara 2 ára og núna eru þetta ekki komnar tölur fyrir 2019, við bíðum eftir þeim, en samtímis hefur þó aðeins fjölgað þeim sem eru með annars konar menntun, eða aðri með háskólamenntun, það fyrri talan, og annars konar menntun á háskólastigi. Þeir voru 696 árið 2018 og 719 2019. Þessi þannig að ég bara ætla að sýna ykkur þessar tölur að leikskólakennurum þeim hefur fækkað frá, sem sagt voru 26% af mannaflanum í leikskólanum 2018 og þeir eru komin inn í 23,2% og þeir eru hræðilega tölur. Og leikskólinn þá þarf eitthvað að gera. Og samkvæmt þessu þá skortir 2700 leikskólakennara og við sem sagt erum að horfa á eftir, það sem sagt leki frá okkur yfir í grunnskólan, kannski einhverju leyti tilbaka, en ég hef ekki skoðað það, en ég hef skoðað það sem hefur farið, sem sagt, þær tölur sem hafa farið í hina áttina. Og ég veit að það ójöfnuður inni hjá leikskólakennurum á milli þeirra sem hafa farið frá félagi leikskólakennara yfir í grunnskóla, félag grunnskóla, miðað við þá sem hafa komið frá félagi grunnskóla yfir í félag leikskólakennara. Já, ég ætla að sleppa þessari kæru, því að þetta bara svona mínar rannsóknir sem að sneru að því sem ég tilvera ógnun við leikskólastigið. En ógnin sem ég ætla að fara aðeins yfir núna, það viðtöl við 23 leikskólakennara, ég er búin að taka held í 21 eða 2 og ég ætla að taka ykkur í viðbót, þannig að það geta verið fleiri að færri sem hafa flutt sig á milli skólastiga og viðtölin eru tekin, ég er búin að taka viðtöl í öllum landshlutum og í öllum stærstu sveitarfélögum og búin að taka þau víðsvegar sem sagt já bara út allt land. Og 2/3 voru tekin í fyrra og svo hef ég verið að taka upp þráði núna síðla hausts og núna í janúar. Ég er líka búin að skoða stefnuskjöl, svo sem lögreglugerðir, umsagnir við frumvörp og ræður og svo framvegis og þessu opinberu tölfræði sem ég var að sýna ykkur áðan, en ég ætla ekki að fara neitt í þá hluti núna hér. Já, ramminn var bara opinn og ég vildi vita hvað það væri sem að gera það verkum að fólk ákvað að sækjast eftir starfi í grunnskóla, hver væri menntunin og hvað hver helsti munurinn og svo framvegis. Og líka hverju væri ókostirnir að það var einhverjir og ég vildi líka vita hvað það væri sem að þyrfti að breytast innan leikskólans til að hvort að fólk gæti fyrst alveg hugsa sér að fara tilbaka inn í leikskólan og þá í öðru lagi hvað þyrfti að breytast inn í leikskólan til að það færi tilbaka. Og ég spurði reynda líka, þetta eru svona bara þættir, álag í starfi, stéttaskipting, launamál og svo framvegis. En það sem stendur upp úr, ég ætla að fara sem sagt í það hér, að viðmælendur voru búnir að vera í grunnskólanum frá örfáum mánuðum til margra ára, þessi sem ég tala við. Sumir voru búin að vera, en ég sóttist eftir að tala við fólk sem mundi eftir leikskólanum eins og hann hefur verið síðustu árin, ekki fyrir 20 árum, því að leikskólinn hefur breyst mjög mikið á þeim tíma, þannig ég vildi ekki tala við fólk sem hafði einhverja svona draumsýn það hvernig leikskólinn var í gamla dag, ég vildi tala við fólk sem var ekkert svo löngu farið úr leikskólanum. Flestir viðmælendur mínir voru á aldrinum 40-50 ára, voru bæði yngri og eldri. Almennt kom fram að fólk lækkaði ekki launum við að fara yfir í grunnskólan. Það var svona yfirleitt á sambærilegum launum og jafnvel þeir sem höfðu ekki verið komnir með leyfisbréf, sumir voru
áður en sameiginlega leyfisbréfið kom, höfðu ekkert endilega lækkað mikið þó þeir væru ekki sem kennarar, af því að þeir gátu bætt sér upp launin með því að bæta við sig kennslu í götum. Og þeir sögðu það var eitthvað sem þeir gerðu kauplaust í leikskólanum. Fólkið var að vinna allavega störf, það var í stjórnendur, það var kennarar á mismunandi stigum, það var að vinna í sérkennslu en flestir voru samt að vinna með yngstu börnin. Og ástæðurnar fyrir því að fólk var að fara á milli skólastiga voru bæði persónulegar og faglegar. Við það að brenna út hjá mörgum og ég setti nú hér eina tilvitnun sem ég ætla bara leyfa ykkur að fólk var sem sagt við það að brenna út, var búin að tapa ástríðunni, vildi fara sem sagt að endurvekja neistann hjá sér. En það talaði líka það að það væri sem sagt vinnuaðstæðurnar, það skipti mjög miklu máli. Þau töldu að vinnuaðstæður og fjármagn og meira innan grunnskólans, en það átti ekki við í öllum tilfellum og í öllum sveitarfélögum. En sumir töldu að það væri sambærilegt á milli grunn- og leikskóla, en það var samt oftar að fólk var að tala það að þeim fannst skrítið að koma inn í grunnskóla í sama sveitarfélagi og finna að það væri öðruvísi búið að börnum eftir á hvaða skólastigi það væri. Það sem að flestir töluðum og skipti mjög miklu máli var það að vinna undirbúning með öðru fagfólki og fá tíma til umræðu. Og eiga tækifæri faglega umræðu við samstarfsfólk á jafnréttisgrunni. Það fannst fólki skipta ofsalega miklu máli og þá kom þarna inn í vinnutíminn að börnin voru vilt farin milli 1:30 og 2 og þá fékkstu tíma aðeins til að anda og síðan fórstu að vinna með fagfólki til að undirbúa daginn og undirbúa kennsluna það sem var verið að gera og að eiga í þessu faglega samtali við annað fagfólk. Og þetta var það sem leikskólakennararnir fannst vera stærsti munurinn held ég inni í faglega umhverfinu á milli leikskólans og grunnskólans. Það var þetta faglega samtal sem var öruggt þarna. Þeim fannst líka almennt merkilegt hvað mikil aðstöðumunur og persónulegri vinnuaðstöðu hvers og eins. Allir höfðu tölvur til umræðu í leikskólanum, nei, grunnskólanum, og meðan kannski deildarstjórinn hafði tölvur til umræðu í leikskólanum og kannski ekki. Sumir hafði bæði fartölvur og borðtölvur og jafnvel líka iPada og svo líka bara þetta að þú fyrst afhent lykilinn á húsnæðinu og þú bara gast nýtt húsnæði til að vinna eins og þú vildir, sem kannski ekki minna þekkt innan leikskólans. Fólk fannst líka betra aðgengi að ýmsum kennslugögnum, sérstaklega tækjabúnaði. Og svo þegar ég spurði virðinguna þá upplifðu flestir að það væri hækkun í starfi, það var svona meiri virðing borin fyrir þeim, já, ert nú orðinn grunnskólakennari. Það sé almennt meiri virðing í samfélagsleg virðing fyrir grunnskólanum heldur en leikskólanum og það hafði áhrif á þá líka í hérna. Þeim fannst líka kostur hvernig daglegu vinnutíminn var, hvernig rytminn í daginum væri, allt öðruvísi og betri, öðruvísi álag. Við sögum það mikið álag í grunnskólanum oft og það koma álagspunktar en það ekki alltaf þetta sama viðvarandi langtíma álag, heldur kemur það svona í annars konar formi. Og það talaði að það væri aukin lífsgæði fyrir sig að vinna innan grunnskólans. Þau fannst það líka að fá tíma til að anda áður en var haldið heim. Í leikskólanum það þannig að fólk kannski, þú ferð út á deildinu og það allt 4:00 og það alltaf bara á fullum sving. Þannig að þú ferð og þú nærð einhvern veginn ekki að ná þig niður á milli þess sem að þú áður en þú ferð heim kannski með heimil fullt af börnum. Og innan grunnskólans var fólk greitt fyrir þau störf sem að tekur að sér. Og sumir töldu að þeir fengi jafnvel meira faglegt frelsi og traust innan grunnskólans. Gallar, margir sakna samstarfsfólk, meiri nánd og betra félagslíf í leikskólanum. Það sem stendur upp úr, vinnuaðstæður, að vinna undirbúning með öðru fagfólki, persónuleg vinnuaðstæða hvers og eins, ekki bara vinnuaðstæðan með börnunum, heldur líka persónuleg, betra aðgengi að kennslubúnaði og það sé meiri virðing borin fyrir þeim samfélagslega að vera innan grunnskólans heldur en leikskólans, eins sorglegt eins og það Já, ég ætlaði nú að fara í hina áttina. Og ætla ég bara segja ykkur að fæstir sem ég talaði við gátu hugsað sér að fara tilbaka. Það voru samt einstaklingar sem gátu hugsað sér að fara tilbaka. En þegar ég spurði hvað þyrfti til að þá væri það
þeir vildu öðruvísi vinnutímaskilgreiningu, þeir vildu meiri undirbúningstíma. Þetta var áður en samningurinn kom undirbúningstíman, hann kom náttúrulega fyrir sumar. Og svona þeir vildu einhvern veginn líka að leikskólanum var gert hærra undir höfði í samfélaginu. Þeim þótti öllum alveg ofboðslega vænt leikskólann. Fólk almennt hafði miklar áhyggjur af leikskólanum en treysti sér samt ekki lengur til að vera. Ég ætla líka að segja á lokum bara að það var mjög lítill munur á milli sveitarfélaga og landsbyggðar og stærri sveitarfélaga, en það gat verið mikill munur á milli skóla innan sama sveitarfélags. Það hvernig aðstæður voru og hvernig fólki leið. Þannig að skólarnir voru, til dæmis bara í borginni sem dæmi, þá sá ég mun á milli hvernig fólk upplifði hlut í skólanum. Já, þá ætla ég bara, held ég náttúrulega örugglega búin að svindla á tímanum út af þessu veseni, en ég sem sagt setti bara hér upp það sem ég held að sé tækifæri leikskólans. Það aukin undirbúningstímur sem eru komið núna í vinnuskýrslu. Það breyting á vinnutímaskilgreiningum. Ég held að styttri vinnuvika barna og starfsfólks sé tækifæri fyrir leikskólann. Kannski þarf að hugsa það betur. Það þarf að bæta aðstöðuna innan leikskólans, vinnuaðstoð og aðbúnað starfsfólks þannig að það geti unnið saman í undirbúningstímanum sín sem dæmi. Það þarf kannski að breyta einhverju í innrastarfinu. Að tryggja að fagfólk fái samræðu og faglega næringu sem það þarf og það þarf náttúrulega að fjölga fagfólki, sérstaklega leikskólakennurum og styðja til náms. Og ég held að til dæmis að MT-leiðin sem er núna nýja leiðin hjá bæði menntavísindasviði og hjá okkur fyrir norðan við Háskólann á Akureyri sé styrkur og eigi eftir að hjálpa okkur. Bara takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Kristín, og mig grunar, það var eitthvað sem sagði það áðan, Sonja sagði það áðan í spjallinu að það, þegar fólk kemur inn á fundin og með mikrofónun sinn á, að þá heyrist ekki í ræðu þeim sem að tala. Já, það sem sagt eitthvað þannig sem að gera það verkum og geta allt út. Eitthvað svoleiðis, þannig að... En þetta hefur einstaka sinnum komið fyrir hjá mér líka. Ég biðst bara afsökunar. En þetta bara fylgir svona rafrænum fundum og það bara ekkert að því. Við erum öll orðin vön því að eitthvað gangi ekki upp tæknilega og að við þurfum að fínstilla það. En þetta var mjög áhugavert erindi og það eru örugglega spurningar á eftir. En fyrir þau ykkar sem hafa komið inn núna bara nýlega á fundin, þá bara minni ég á að við erum að taka hann upp og ef ykkurum finnst það óþægilegt, þá bara takið við myndavélina af og síðan bara muna að hafa á mute. En næstur á sviðið, rafræna sviðið, deildarstjórinn á leikskólanum Hvammi, okkar eini sanni Óskar Steinn Jónunnesson Ómarsson og hann ætlar að ganga út frá spurningunni hvort leikskólar séu til í þágu barna eða atvinnulífs. Gjörðu það svo vel, Óskar. Já, takk fyrir það. Heyrist alveg í mér. Já, frábært. Já, ég er 26 ára gamall, næstum því stjórnmálafræðingur og deildarstjóri í leikskólanum Hvammi í Hafnarfirði. Mig langar að þakka Jóhannu Vitsi fyrir að taka frumkvæði að þessum fundi. Mér finnst málefni leikskólans almennt ekki nógu mikið rædd og þegar þau eru rædd þá eiga þau til að vera rædd út frá ætluðu þjónustu hlutverki sem leikskólinn á að gegna gagnvart foreldrum. Iðulega kemur upp umræða eins og þegar átti að skerða eða stytta viðverutíma barna. Þá komu fram mikil viðbrögð og þá var einhver mikil umræða. En mér finnst þetta faglega starf og eins og allt þetta sem Kristín var að nefna ekki vera nógu mikið rætt, þannig að það er svo sannarlega þörf á því. En þessi pæling, hvort að leikskólinn sé á forsendum barna eða atvinnulífsins, þetta súmmerar upp það sem ég hef verið að hugsa síðan ég byrjaði að vinna í leikskóla árið 2013 og ég hef verið með hléum inn í leikskólum síðan þá, en sérstaklega núna í vetur. Vegna þess að í vetur hafa verið tvö mál sem hafa kannski sérstaklega
verið á borði okkar í Hafnarfirði, en annað þessi stytting vinnuvikunnar sem hjá öllum, og síðan hitt sem nýleg ákvörðun bæjarstjórnar í Hafnarfirði að hafa leikskólana opna yfir allt sumarið. Og þetta hefur fengið mig til þess að hugsa. En eins og við vitum að þá eru til lög sem segja það að 2/3 hluta stöðugilda í leikskólum skuli vera kennarastöður og það skuli vera menntaðir kennarar. Og við vitum það líka að langflestir leikskólar í landinu eru að brjóta þessi lög frá degi til dags af því að það ekki nógu margir kennarar. Og mjög áhugavert að heyra ýmsu ástæður sem eru fyrir því sem Kristín fór yfir. En ég ætla bara aðeins rétt að renna fyrir ykkur yfir lög leikskóla. Og nánar tiltekið aðra grein laganna sem fjalla markmið leikskólans. Og ég ætla bara aðeins að lesa þetta yfir. Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. Síðan farið yfir megin markmið uppeldis og kennslu og þannig að þarna sjáum við að í lögunum að þar mjög skýrt hvert hlutverk þessara stofnunar á að vera og það snýr að börnunum. Þú veist, barnið í algjöru fyrirrúmi þarna og í lögunum hvergi snert á því hvernig þjónustan eigi að vera gagnvart foreldrum. Það bara ekki, þú veist, löggjafinn kærir sig ekkert það hvernig þjónustan hvernig opnunartíminn eða neitt slíkt. Þannig að við skulum hafa þetta í huga í framhaldinu af því að nú ætla ég að fara eins nánar út í þessa ákvörðun bæjarstjórnar Hafnarfjarðar að hafa opið yfir allan sumartímann. Og ég ætla að vitna í grein sem formaður fræðslar og Hafnarfjarðar skrifaði þessa ákvörðun. Það sem hún sagði að markmið með sumaropnun að koma til móts við óskir foreldra að hafa leikskólann opinn í júlí og þannig auka möguleika á að foreldrar geti verið í sumarfríi á sama tíma og börn þeirra. Krafa heilsársopnun einnig í takt við nútíma samfélag, íslenskt atvinnulíf og rétt barna til að njóta sem flestra stunda með fjölskyldu sinni í fríinu. Og í sömu grein sagði hún einnig mikil breyting hefur orðið á faglegu starfi innan leikskóla í landinu á undanförnum árum á meðan þjónustan hefur ekki tekið breytingum miðað við það nútíma samfélag sem við búum við í dag. Kröfur atvinnulífsins hafa breyst, þær eru orðnar meiri og ítarlegri með tilheyrandi auknu álagi á fjölskyldur. Í ljósi COVID-tíma eykst þetta álag til muna. Það því eðlilegt og nauðsynlegt að Hafnarfjarðarbær auki þjónustu sína og stuðning í takt við aukið álag á barnafjölskyldur. Og ég vil að þið kannski velti fyrir ykkur þessum rökum í samhengi við þessar áherslur sem löggjafinn hefur í sambandi við þjónustu leikskóla. Af því þarna verið að taka ákvörðun á þeim forsendum að það sé bara nauðsynlegt að auka þjónustu við foreldra vegna þess að atvinnulífið að kalla eftir því. En það heyrist lítið svona allavega frá þeim sem að taka þessa ákvörðun hvaða afleiðingar sú ákvörðun mun hafa á starfið innan leikskólana og á þá þjónustu sem að við erum að veita börnunum. Af því það okkar hlutverk. Og Kennarasamband Íslands, félag leikskólakennara og stéttarfélagið Hlíf mótmæltu þessari ákvörðun harðlega
Og það náttúrulega vegna þess að við höfum áhyggjur af því að þetta eftir að bitna á faglegu starfi og velferð og öryggi barnanna, af því að leikskólinn á eftir að breytast í bara gæsluvöll yfir að minnsta kosti 8 vikur yfir sumartímann, og við höfum einnig áhyggjur af því að þetta eftir að leiða til enn meiri flótta kennara úr stéttinni. Og eins og við vitum að þá mikill skortur á faglegu starfsfólki og það í rauninni verið að brjóta lög, og ef allt væri eðlilegt að þá væri sveitarstjórnir að gera allt sem þær geta til þess að reyna að laga þá stöðu. Í staðinni verið að taka ákvarðanir sem að hafa þveröfug áhrif og munu beinlínis leiða til þess að sveitarfélögin brjóti enn frekar gegn þessu ákvæði lágmarks fjölda kennara. Nú ég alveg að vera búin með tímann, en ég ætla síðan að nefna bara þessa styttingu vinnuvikunar vegna þess að við höfum fengið þau skilaboð við í leikskólanum að við eigum að stytta vinnutímann eins og aðrir, en við eigum að gera það án þess að hækka kostnað eða skerða þjónustu. Þetta þýðir að við megum ekki fjölga starfsfólki vegna þess að það leiðir til hærri kostnaðar, og við megum ekki skerða þjónustu. Í mínum huga að þá þýðir það að við megum ekki skerða þjónustu gagnvart börnunum. Við megum ekki láta styttingu vinnuvikunar bitna á þessu faglega starfi og umönnun og kennslu fyrir börnin. En eins og við vitum að þá þýðir þetta í rauninni að við megum ekki skerða þjónustu gagnvart foreldrum. Þannig að við sjáum þarna svona hvert viðhorf samfélagsins til þess hver það sem að við eigum að veita þjónustu. Og ef við skoðum bara þessa kröfu frá sveitarfélögunum, þá það þannig að við erum að veita foreldrum þjónustu, við erum ekki að veita börnum þjónustu. Af því að það eru engar kröfur að koma frá sveitarfélögunum að stytting vinnuvikunar megi ekki bitna á læsiskennslu eða stærðfræðikennslu eða einhverju. Þannig að maður spyr sig hvort að við eigum bara að senda börnin út í lok dags og láta þau dúsa út í 2 tíma þangað til þau verða sótt, og hvort að sveitarfélögunum sé alveg sama það, eða þannig að þetta svona það sem ég hef verið að velta fyrir mér. Ég fæ oft á tilfinninguna að það sé litið á okkur sem þjónustustofnun gagnvart foreldrum, þegar að í mínum huga og í lögum bara lagana það alveg klárt að við eigum að þjónusta börnin, við erum til fyrir börnin og allur okkar fókus á að vera þar en ekki hjá foreldrum. Þó ég ætla ekki samt að gera lítið úr því að ég meina eins og bara þegar leikskólinn kom fyrst fram, að þá auðvitað að hann skiptir náttúrulega bara lykilmáli í því að tryggja til dæmis konum tækifæri til þess að stunda atvinnu. Ég meina auðvitað erum við líka þjónustustofnun, en mér finnst það oft í umræðunni að fá svona meira vægi heldur en faglega starfið fyrir börnin. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þessa hugvekju, Óskar, mjög áhugavert, og ég bara minni fundarmenn á að bara þegar erindunum lokið þá megið koma með spurningar, og endilega bara sem flesta spurningar, þið getur bara kannski skrifa hjá okkur hugmyndir af þeim á meðan fólk talar. En næst ætlar Marta Dögg Sigurðardóttir að stíga hér á rafrænt svið. Hún leikskólakennari í Hafnarfirði og hefur velt fyrir sér áhrifum styttingar vinnuvikunar og reyndar fleiri stóra breytinga á menntunarhlutverk leikskóla. Og hún tekur nú við. Gjörðu svo vel, Marta. Já, er ég inni? Já, komið sæl og takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur hérna í dag og ræða málefni sem að brennur á mér sem aldrei fyrr, og það eru málefni leikskólans.
Við Óskar komum bæði úr Hafnarfirði þannig að það er svona einhver samhljómur í því sem að við höfum hér fram að færa í dag og Hafnfirðingum greinilega mikið niður fyrir út af leikskólanum sínum. En mér liggur eiginlega svo mikið á hjarta að ég ætla bara að vinda mér í þetta. Mig langar í þessu erindi í dag að fjalla nokkra stóra breytingar sem að leikskólarnir standa frammi fyrir þessar mundir og mögulega áhrif þeirra á leikskólastarfið. Þær breytingar sem að mig langar að skoða eru stytting vinnuvikunnar, fjölgun undirbúningstíma leikskólakennara og Datt ég út? Halló. Ég dottin út? Þú ert inni, Marta, en það er einhver annar sem er halló. Ég heyri nefnilega í einhverjum öðrum. Já, og margur rædd sumaropnun leikskóla hérna hjá okkur í Hafnarfirði. Og að auki langar mig ef að mér gefst tími til að koma aðeins inn á stöðuna varðandi mönnun leikskóla og þann gríðarlega skort á leikskólakennurum sem að Kristín Dýrfjörð kom hér inn á áðan. En byrjum á styttingu vinnuvikunnar. Að þarna í kjarasamningi FL við Samband Íslenskra sveitarfélaga 2020 þá var sett inn ákvæði styttingu vinnuvikunnar. Þetta ákvæði var sambærilegt og sett var inn í aðra kjarasamninga á svipuðum tíma og það var ekki gefinn neitt kostur og sérstökum viðræðum þetta ákvæði, innihald þess eða eitthvað breytingar á því. Í fylgiskjali með ákvæðinu framkvæmd styttingar vinnuvikunnar, þar kom hins vegar fram að hún mætti ekki hafa í för með sér aukinn kostnað fyrir sveitarfélögin, en jafnframt að gæði þjónustunnar skyldu haldast óbreytt eða jafnvel verða betri. En snúum okkur það aðeins að starfsaðstæðum í leikskólum. Leikskólar eru flestir opnir frá klukkan 7:30 á morgnana til klukkan 16:30. Hver starfsmaður vinnur 8 tíma á dag, þannig að vinnutími starfsmanna verður að skarast til þess að dekka opnunartíma. Meirihluti barnanna hins vegar með vistunartíma umfram 8 klukkustundir á dag og þau dvelja í leikskólanum svona 80 til 85% af vökutíma sínum. Ef við ímyndum okkur núna dæmigerða leikskóladeild, þá getum við ímyndað okkur á deildinni séu 20 til 24 börn á aldrinum 3 til 4 ára. Deildin mönnuð samkvæmt reikniforriti sem byggir á gömlu barngildisútreikningunum, þó að það sé búið að afnema þá úr reglugerð að þá virðast sveitarfélögin nýta þá ennþá til að meta hversu marga starfsmenn þarf á hverja deild. Og samkvæmt þessum útreikningum þá mjög líklegt að þessari deild séu 3,5 starfsmaður yfir daginn. Það sem við höfum ennþá ekki verið ráða tekni til að kljúfa starfsfólki tvennt, að þá líklegt að það séu 4 starfsmenn fyrir hádegi, en þeim fækki svo í 3 eftir hádegi. Hver starfsmaður á samkvæmt kjarasamningi rétt á neysluhléi sem nemur 35 mínútum á dag. Þetta gera samtals 120 mínútur yfir daginn eða 2 klukkustundir. Þessar 2 klukkustundir vinnum við sem sagt undir þeirri lágmarksmönnun sem reikniforritið gerir ráð fyrir. Það líka líklegt að á deildinni sé sérkennslubad sem einungis fær stuðning hluta úr degi og einnig önnur börn sem á bið eftir mati á sérkennsluþörf. Þessum börnum þarf samt sem áður að sinna allan daginn og þá oft umfram önnur börn. Leikskólarnir eru stórir og erilsamir vinnustaðir og þar almennt mikið álag og fá úrræði sem hægt að grípa til ef að starfsfólk vantar og þá erum við að tala venjulega leikskóladaga án styttingar, semst fyrir styttingu. Nú ætla sveitarfélögin okkur til viðbótar að stytta vinnuviku hvers starfsmanns að lágmarki 65 mínútur og í alltaf 4 klukkustundir fyrir þá starfsmenn þar sem á þeim vinnustöðum þar sem samkomulag næst fulla styttingu. Þetta á að gerast án aflýsingar fyrir þá sem hverfa af vinnustaðnum sem að þýðir einfaldlega að það verðast færri starfsmenn til staðar til að sinna börnunum. Engin afsláttur samt gefinn á aðalnámskrá leikskóla eða þeim megin forsendum leikskólastarf sem okkur ber lögum samkvæmt að vinna eftir allan daginn. Börn eru lifandi verur. Þau hafa þörf fyrir umhyggju, aðstoð og leiðsögn og það ekki hægt að leggja þau til hliðar við styttingu vinnuvikunnar. Við getum ekkert hagrætt eða aukið skilvirkni hluta á degi og fara svo bara heim. Styttingin mun því að óbreyttu koma verulega niður á öryggi og líðan leikskólabarna. Leikskólakennarar hafa árabil barist fyrir bættum aðstæðum fyrir börn í leikskólum. Við höfum barist fyrir fækkun barna í hópum,
fyrir færri börnum og hvern kennara og fyrir auknu rými fyrir hvert barn. Einhver ávinningur hefur náðst og það hætt við að þarna þeirri baráttu þeim ávinningi sem við höfum náð, hann verði að engu hafður náði þessi vinnutímastytting fram að ganga. Auk þess sem að það mun reynast erfitt fyrir okkur að færa rök fyrir bættum aðbúnaði barna í framtíðinni ef að þessi breyting verður bara veruleika og þykir bara allt í lagi. Í starfsumhverfi leikskóla að finna áætlanir það hvernig við að bregðast við þegar skortur á starfsfólki með öryggi barnanna að leiðarljósi. Þá leikskólinn látinn ganga á algjörri lágmarksmönnun og allar hendur eru nýttar áður en gripið til þess neyðarúrræðis að senda börn heim þegar við treystum okkur ekki lengur til að tryggja öryggi þeirra. Þegar þarna er komið sögu þá erum við fyrir löngu hætt að tala eitthvað gæða leikskólastarf. Við erum bara að reyna að komast í gegnum daginn án stórra áfalla. Ef af styttingu vinnuvikunar verður án þess að maður komi í manns stað, þá hætt við að verklagsreglur vegna fáliðunar verði nýttar oftar en ekki og fáliðun verði bara viðurkennt norm í leikskólum að minnsta kosti hluta á degi. Mér segir svo hugurum að samningsaðilar hafi í aðdraganda kjarasamninga lítið velt fyrir sér raunverulegri framkvæmd styttingar vinnuvikunar og áhrifum hennar sér í lagi í störfum hjá hinu opinbera. Því að ég veit að sama upp á teningnum til dæmis hjá lögreglumönnum, á sjúkrahúsum og í öðrum umönnunarstörfum. Í umræðinni sem snýr að leikskólanum að þá mér spurn hver gætir hagsmuna barna í útfærslu á styttingu vinnuvikunar og hefur eitthvað verið rætt styttingu vinnuviku barna. Og ég ætla bara að leyfa mér að svara fyrir spurningunni að það virðast helst vera leikskólakennarar og starfsfólk leikskólana sem að berst fyrir hagsmunum barna því að það hefur lítið heyrst frá öðrum aðilum. Og ég reyndar kýs að trúa því að foreldrar séu bara ekki nægilega meðvitaðir og geri sér ekki grein fyrir þeim áhrifum sem þessi stytting mun hafa á náms- og starfsumhverfi barnanna þeirra. Umboðsmaður barna, hann hefur hins vegar valið að halda sig til hlés og gera sig ekki gildandi í umræðinni þessa styttingu og það tel ég vera mjög miður. Og ég sendi henni prívat og persónulega fyrirspurn og þarna, já, og svarið var á þá leið að hún ætlar svona bara að bíða og sjá hvert þetta leiðir. Svarið við seinni spurningunni styttingu vinnuviku barna mjög einfalt. Nei, það hefur ekkert verið rætt styttingu vinnuviku barna því að það má ekkert orða það að skerða þjónustu við foreldra og atvinnulífið. Vissulega þessi hugmynd styttingu vinnuvikunar bæði göfug og góð og markmiðin eru háleit og auðvitað fagna ég þeim og þeim auknu lífsgæðum sem að henni ætlað að færa okkur fullorðna fólkinu. En eina leiðin til að ná markmiðum styttingarinnar í leikskólanum og markmiðunum sem eru þá bætt lífsgæði að bæta við mönnum. Að öðrum kosti verðum við með starfsfólk sem verður undir óboðlegu álagi við störf í leikskólanum, starfsfólk með samviskubit sem að taka út styttingu og ófullnægjandi gæslu fyrir börn af því við getum ekki talað leikskóla. Reykjavíkurborg hefur reyndar viðurkennt að við styttingu vinnuvikunar hjá vaktavinnufólki þá verður til svokallað mönnunargat sem að þurfa að stoppa í og ég get bara ekki séð að það gildi aðrar forsendur leikskólana. Og ef að þetta rangt hjá mér þá held ég að sveitarfélögin hafi núna með þessu fundið upp eilífðarvélina, færra starfsfólk, betri þjónusta og þá mér bara spurt býtu af hverju ætlum við að stoppa við 36 klukkustundir, af hverju fyrir við ekki 32 ef að þjónustan jafngóð eða betri og við þurfum ekki allt þetta fólk. En þá ég láta staðan styttinguna og vinda mér hérna eins í sumaropnunina í Hafnarfirði sem að hann Óskar kom inn á áðan. Eins og hann sagði þá var þetta pólitísk ákvörðun meirihlutans í Hafnarfirði og hún var tekin vegna mikils þrýstings frá örfáum foreldrum. Hún byggði eingöngu á þörf foreldra og atvinnulífs fyrir meiri þjónustu af hálfu leikskólana. Hún var tekin í óþökk og án nokkurs samráðs við stjórnendur og fagfólk leikskólana sem að mótmælti henni harðlega. 400 starfsmenn skiluðu inn undirskriftalista og tóku þar með afstöðu gegn sínum persónulegu hagsmunum varðandi töku sumarorlofs með hagsmuni leikskólans og barnanna í huga.
Fagfélögin, bæði leikskólakennara og stjórnenda ályktuðu líka og sögðu meðal annars réttilega að leikskólarnir væru nú þegar undir miklu álagi, hlutfall fagfólks væri lágt og með tilkomu eins leyfisbréfs væri líklegt að leikskólakennarar myndu bara hverfa til starfa í grunnskólunum og leikskólinn væri ekki í stakk búinn til að bæta á sig þessu verkefni. Við fagfólkið, við vitum nefnilega alveg hvaða áhrif sumaropnunin hefur bæði á starfsfólk og börn. Hafnarfjörður ekkert að finna upp hjólið, þetta hefur verið reynt áður og það hefur meira að segja verið rannsakað hver áhrifin eru. Það sem okkur sveið hins vegar mest í þessu ákvarðanaferli, það var virðingarleysið fyrir þekkingu og skoðunum fagfólks og hlutverki leikskólans sem menntastofnunar sem við upplifðum. Það skipti engu máli hvað við sögðum, ákvörðunin hafði verið tekin og samráðið sem var haft, það var einungis sýndarsamráð. Eins og Óskar kom inn á hérna áðan, þá leikskólinn fyrsta skólastigið samkvæmt lögum leikskóla og eina hlutverk hans samkvæmt þessum lögum að mennta börn. Það hvergi vikið einu orði að þjónustu hlutverki hans við foreldra eða atvinnulíf. Og ég fullyrði hér að leikskólakennurum í Hafnarfirði mun fækka verulega strax næsta vor vegna þessar ákvörðunar og hún mun á endanum koma niður á þeim sem síst skildi leikskólabörnum í Hafnarfirði. Allt á kostnað kröfu aukna þjónustu við atvinnulífið. Mig langar reyndar að minnast á það hér að í þessari vonlausu baráttu sem við háðum, þá nutum við stjórnendur, kennarar og starfsfólk alveg dyggilegs stuðnings minnihlutans í Hafnarfirði og þar voru okkar ágætu fulltrúar samfylkingarinnar, bara þeir komu mjög sterkir inn, voru faglegir, málefnalegir og rökfastir og við bara kunnum þeim bestu þakkir fyrir. En þriðja stóra breytingin sem ég langar að tala það breytingin sem varð við aukinn undirbúningstíma leikskólakennara. En í síðasta kjarasamningi þá náðist það gríðarlega mikilvæga framfaraskref að jafna starfsaðstæður kennara í leik- og grunnskólum með því að auka verulega undirbúningstíma fyrir leikskólakennara. Samkvæmt nýju samningunum hefur leikskólakennari óbreyttur, þeir örfáu sem eru í þeirri stöðu, 7 klukkustundir á viku til undirbúnings og annarra starfa en deildarstjóri 10. En vandi fylgir vegsemd hverri. Starfsumhverfi leik- og grunnskóla margt mjög ólíkt. Í grunnskólanum eru börnin við nám fram yfir hádegi en yfirgefa eftir það skólahúsnæðið og við tekur frístund sem eru annars konar verkefni með öðru starfsfólki í öðru húsnæði. Í leikskólanum dvelja börnin hins vegar allan daginn með sama barnahópnum og í sama rými. Sömu lög og reglur og sama námskrá gilda í leikskólanum allan opnunartímann. En hver veruleikinn í leikskólanum? Hann sá að leikskólakennarar eru fágæt auðlind. Og eins og Kristín kom inn á áðan og ég eiginlega í smá áfalli, ég vissi að við vorum komin undir 30% en ég áttaði mig ekki á að staðan væri svona slæm. En það þykir því gott ef einn leikskólakennari á hverri deild og þá gegnir hann undantekningarlítið stöðu deildarstjóra. Nú samkeppni kennarana á milli skólastiga, þannig að nokkrir leikskólar hafa farið þá leið að reyna að gera stöðu deildarstjóra eins líka stöðu umsjónarkennara í grunnskóla og kostur í þann tilgangi að reyna að halda í leikskólakennarana. Þá algengt að deildarstjóri séðu störfin og deild frá klukkan 8 á morgnana og til að ganga 2 á daginn. Þá tekur hann neysluhlé og fer að því loknu að sinna undirbúningi til klukkan 16. Á sama tíma á deildarstjórinn hverfi til annarra starfa, þá líklegt að öðru starfsfólki deildarinnar hafi einnig fækkað. Ég held þess vegna að það verði ekki hjá því komist að rýna aðeins betur í það hverjir að störfum í leikskólum eftir hádegið og hvers konar starf við að bjóða upp á. Og hvað gerist ef þetta verður einnig sá tími dagsins sem að stytting vinnuvikunar mun koma mest niður á? Og þá segi ég eins og Kristín, verðum við ekki aðeins að meta stöðuna og þarna skoða hvert viljum við fara og hverju þarf að breyta og þurfum við hugsanlega bara að fara að skilgreina leikskólann einhverju leyti upp á nýtt. Mér langar aðeins að lokum að koma inn á þann mönnunarvanda sem blasir við leikskólanum í dag. En eins og framkom áðan að þá eru leikskólakennarar vel innan við 30% þeirra sem starfa í leikskólum og þá eru allir stjórnendur meðtaldir. Það leikskólastjórinn, aðstoðarleikskólastjórinn, sérkennslustjórinn, það eru allir inn í þessari tölu. Leikskólakennarastéttin að eldast hratt og það fyrir séð að fjölmennir hópar láta störfum á næstu misserum.
og til að mynda eru 9 leikskólakennarar starfandi í leikskólanum Hlíðarbergi, þar sem ég starfa í dag. Ég verð 50 í næstu viku, eða þar næstu, og ég er næst yngsti leikskólakennarinn í mínum skóla. Endurnýjun stéttarinnar gengur hins vegar mjög hægt, þannig að það er ekkert útlit fyrir að skörðin sem að myndast verði fyllt með nýjum kennurum og þarna þarf bara að lyfta grettistaki ef ekki á að fara illa. Og fyrir þær breytingar sem ég hef núna fjallað er fáliðuð leikskólakennarastétt sem brennur fyrir skólastigið sitt. Og hún brennur í rauninni í báða enda og eins og Kristín kom inn á er bara hreinlega að brenna út. Hún er að kikna undan álagi og hún þolir ekki meir. Og þetta get ég fullyrt út frá minni eigin reynslu og nokkura náinna samkennara minna, auk fjölmargra annarra kennara sem ég heyri af. Og ég get bakkað þessar fullyrðingar upp með tölum og gögnum frá VIRK, starfsendurhæfingarsjóði og sjúkrasjóði Kennarasambandsins ef að einhver vill efast sannleiksgildið. Á þessa stéttina okkar verður að hlusta áður en það seinna. Og mig langar að fá að enda þetta á því að skilja ykkur eftir með gríðarlega mikilvæga spurningu. Og spurningin er svo, hvað á að ráða því hvernig leikskólastarf þróast? Eru það hugmyndir okkar og væntingar okkar til góðra leikskóla? Eða verða það á endanum bara utanaðkomandi aðstæður eins og stytting vinnuvikunnar, sumaropnun, breyttur vinnutími kennara, skortur á leikskólakennurum og þarfir atvinnulífsins sem að munu ákveða það? Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir Marta og ég er viss að það eru mörg sem eru á fundinum með spurningar. Þetta var afskaplega öflugt erindi en síðastur á mælendaskrá er Skúli Helgason, hann er borgarfulltrúi og formaður skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur og hann ætlar að fara yfir stefnu og aðgerðir Reykjavíkurborgar í leikskólamálum og að loknu erindi Skúla þá opnum við fyrir spurningar. Þannig að láti vita af ykkur í spjallglugganum hérna á Zoom, þá geti ég fylgst með og skrifa niður mælendaskrá og svona ef þið viljið bera upp spurningar. Og þá bara bið ég Skúla Helgason að taka við. Já, góðan dag, komið þið sæl og kæra þakkir fyrir þennan fína fund. Ég ætla að deila með ykkur hérna skjali. Sýn ykkur aðeins glærur ef ég kemst hérna inn. Sjá. Sjáu þið þetta? Já, ég ætla að fjalla aðeins það sem við höfum verið að gera hjá Reykjavíkurborg á undanförnum árum og tengist leikskólamálunum. Aðeins að rifja upp bara hvar við stóðum fyrir rúmum 2 árum síðan þegar við vorum í kosningum eða tæpum 3. Kosningastefnuskrá okkar 2018. Þá vorum við að vinna með þessi mál. Við vorum í fyrsta lagi að fjalla þörfina fyrir það að brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla og horfa á það að öll börn 12 mánaða eldri getur komist inn á leikskóla innan 6 ára. Fer nánar út í þetta á eftir en á baki býr auðvitað þessi grundvallar stefna okkar jafnaðarmanna sem svo að menntakerfi sé mikilvægasti og kannski afdrifaríkasti farvegurinn sem að völ á til þess að ná fram samfélagi jöfnuðar. Og leikskólinn sé sannarlega órjúfanlegur hluti af því kerfi, fyrsta skólastigið og kerfi þar sem að menntun einmitt almannagæði sem að stendur öllum börnum til boða, óháð efnahag eða félagslegri stöðu. Og það kannski þetta stóra grundvallarmarkmið sem að við leggjum til grundvallar öllu sem við erum að gera. Við leggjum áherslu á það að leikskólinn menntastofnun, fyrst og fremst, sem að gegnir mjög þýðingarmiklu hlutverki upp á alhliða þroska og menntun barna. Þar lagður þessi grunnur sem að getur nýst börnum allt lífið með áherslu á fjölbreytt náms- og leikumhverfi þar sem að menntun fer fram í umhverfi þar sem að frjálsleikur í forgrunni.
Við leggjum áherslu á snemmtækan stuðning við börn og mikil áherslu á að bæta aðbúnað starfsfólks og barna. Ég myndi segja að þetta eru þessi 2 stóru mál sem að birtast þarna í fyrstu 2 þáttunum úr stefnuskránu okkar 2018, það er að segja annars vegar brúumbilið en hins vegar bætt starfsumhverfi í leikskólunum og það hefur verið eitt af 2-3 stærstu verkefnum okkar í öllum málaflokknum frá árinu 2016. Að fjölga leikskólakennurum og kennaranemum er auðvitað sameiginlegt verkefni ríkis og sveitarfélaga. Og við getum haft áhrif á það, eða teljum að við getum haft áhrif á það óbeint með því að bæta starfsumhverfið og svo beint með því að bæta kjörin. En hvorugur aðilinn, hvorki ríkin eða sveitarfélög getur tryggt þetta nema það sé báðir aðilar að toga í sömu átt í þessum efnum. Og sem betur fer verið að segja það að samstarfið þarna á milli ríkis og sveitarfélaga hefur batnað núna á undanförnum árum sem að þetta skiptir máli. Nú, við höfum líka verið að vinna mjög þétt í því að auka enn frekar framlög til fjölmenningarlegs leikskólastarfs og íslenskukennslu barna í grunnskólaumhverfinu og kem aðeins nánar inn á það á eftir. Að tryggja hag allra barna og síðan hefur verið mikil áhersla á það hjá okkur, fyrsta lagi að móta nýja menntastefnu sem er framsækin og leggur áherslu á félagsfærni, sjálfseflingu og svo framvegis og valdeflingu barna, en einnig aukið faglegt sjálfstæði skóla og það að við treystum okkar starfsfólki til þess að nýta sína fagmennsku í starfi. Nú, ég fer mjög hratt yfir sögum. Það er mjög margt sem hefur verið gert varðandi það að greina stöðuna og móta stefnu eins og þarna kemur fram. Við settum niður sérstakann starfshóp bætt starfsumhverfi árið 2017. Sá hópur fór mjög vítt og breitt yfir svið og skilaði mjög mikilvægum niðurstöðum til okkar sem við nýttum síðan í að samþykkja fjölmargar aðgerðir á vormánuðum 2018 og reyndar á þeim misserum sem að liðin eru síðan. Síðan höfum við verið með starfshóp eflingu á faglegri stöðu stjórnenda sem er að ljúka störfum núna í febrúar. Við höfum gert úttekt á aðstöðu og búnað í leikskólum borgarinnar og nýtt þá úttekt til þess að setja meira fjármagn í endurbætur og viðhald. Við erum með hópastörfum núna sem er að skoða umbætur og skipulagið, horfir mikið á starfsdaginn, leikskóladaginn í samhengi við þær breytingar sem er að verða út af kjarasamningum og fleiru. Og síðan er að farast að nýr framtíðarhópur sem leggur grunn að næstu 3 ára aðgerðaáætlun menntastefnunnar. Þeir sem hér hafa talað á fundinum hafa farið mjög vel í gegnum þessar áskoranir. Það er mjög mikill skortur á fagfólki vegna sem að tengist að mínu mati ekki síst mun minni aðsókn í kennaranámi eftir að það námi var lengt á sínum tíma. Mannekla sem auðvitað bara rökrétt afleiðing af þessum nýliðuna vanda að það koma miklu færri leikskólakennarar í stað þeirra sem að hætta sökum aldurs. Mikið álag hefur verið á starfsfólk og dvalartími barna í leikskólum hefur lengst mjög mikið og er miklu lengri en í nágrannalöndunum. Hérna sjáum við bara svart á hvítu þessa þróun. Kennaranámi er lengt árið 2008 og það verður algjört hrun í aðsókninni í kjölfarið. Það fækkar bæði nýnemum og útskrifuðum á bilinu 60 til 70% á þessum tímabili. Þó að sem betur fer sé aðsóknin heldur að taka við sér núna allar síðustu 2 ár og þá vantar enn mjög mikið upp á að við séum að fá nægilega mikið af leikskólakennurum inn í geirann. Hér sjáum við mynd sem er mjög merkileg og sýnir bara í hnotskurn hvað dvalartíminn hefur verið að lengjast mikið. Núna er allur þorri barna á leikskólunum í borginni sem er frá 8 tímum og reyndar alveg upp í 9,5. Það er 89%, hvorki meira en minna, af öllum börnum sem er svona lengi í leikskólunum. Og við höfum verið að skoða þetta og bera þetta saman við tölurnar hjá OECD hjá öðrum Evrópuríkjum og það er sláandi munur. Þar eru börn rúmlega 10 klukkutímum skemur í leikskólunum á hverri viku. Það munar alveg heilum 2 klukkutímum á dag. Nú,
Ég ætla að hlaupa mjög hratt í gegnum það sem við höfum verið að gera í kjölfæri á þessari vinnu varðandi starfsumhverfi. Við höfum verið að auka rými barna í leikskólunum og það gerist með því að það eru færri börn í hverju rými og þá meira rými fyrir hvert og eitt barn og starfsfólkið. Við höfum aukið stöðugildi vegna elstu barnana, 4 og 5 ára barnana, aukið fjármagn vegna barna með annað móðurmál en íslensku, aukið undirbúningstíma starfsfólks, þannig að borgin var þegar búin að stíga skref í þessa átt sem síðan var innsiglað með kjarasamningunum á síðastliðnu ári. Styrkt og eflt rekstrarumhverfi þriggjaskólasameininga sem var reyndist vera mjög erfitt mál að vinna með í okkar kerfi. Gert breytingar á yfirvinnu sem miðast við starfsmannafjölda en ekki stöðugildi, byggt fjármagn til þess að tryggja afleysingu þegar að okkar ófaglæra starfsfólk fer og sækir sér viðbótarmenntun, úthlutun fjármagns í starfsmannakostnað vegna starfsmanna sem að sinna sértækri sérkennslu, aukið svigrúm til leikskólakennara, til starfsfólks að bæta við sér menntun og fara í leikskólakennarnám á launum, aukið fjármagn í faglegt starf, aukið fjármagn í kaupa á leik- og námsgögnum, fjármagn til heilsueflingar og eflingar liðsheildar, úthlutun vegna veikindaauglýsinga, breytt og stöðugildum í fjármagn, aukið fjármagn í endurnýjan búnað, endurbætur á húsnæði og leiksvæði, sumarstörf í leikskólum sem var tilraunaverkefni sem hefur gengið mjög vel að fá ungt fólk til þess að koma inn í leikskólana og kynnast þessum starfsvettvangi og það hefur gengið reyndar framar vonum og við teljum að það hafi verið skref sem að hjálpaði til við það að kveikja þennan neista hjá ungu fólki sem að hefur síðan sumt hvert tekið ákvörðun að fara í námið í kjölfarið á þessari reynslu. Áhersla á endurbætur húsnæði sem ég kem aðeins nánar inn á eftir, betri borg fyrir börn verkefnið sem með líka síðar handleiðsla fyrir leikskólakennara, móttaka nýlega verið efld, kynningarstarf varðandi gildi og mikilvægi leikskólastarfsins, það þetta sem lýtur að samstarfi okkar við ríkið að vekja athygli á því að þetta mikilvægt starf fyrir samfélagið og hvetja til þess að ungt fólk líti á þetta sem spennandi valkost til þess að mennta sig í. Stuðningur við erlenda starfsmenn, rúmlega tvöföldun á fjármagni í fjölmenningarlegt leikskólastarf og síðast en ekki síst gjaldtaka í lágmarki og það hluti af þessari stefnu að ef við meinum eitthvað með því að við teljum að þetta séu almannagæði sem að öll börn eiga að njóta að vera í leikskóla, þá mikilvægt að efnahagurinn sé ekki hindrun þar. Við höfum verið að auka framlögin jafnt og þétt til leikskólamála. Þetta í kringum 50% aukning á þessum áratug rúmum frá 2009 þegar við erum búin að taka tillit til verðbólgu, þannig að þetta eru framlög á föstu verðlagi. Og hér sjáum við bara í krónum og aurum í hvað fjármagnið hefur farið þar sem við höfum verið að setja aukið fé í einstök verkefni. Þetta 1,5 milljarður tæpur á undanförnum 5 árum. Við ekki tíma til að fara yfir það í smáatriðum en hér síðan þróunin varðandi viðhaldið. Það verður bara að viðurkennast að borgin svo kannski fleiri sveitarfélög hafði of lítið fjármagn, setti of lítið fjármagn í viðhald á sínu húsnæði á árunum eftir hrun. Þá var forgangsröðunin með þeim hætti að við vorum í fyrsta lagi að verja störfin og í öðru lagi að tryggja það að það væri hægt að setja meira fé í bara bein kjör til starfsfólks. Þannig að þessi þáttur viðhaldið það mætti afgangi. En núna undanfæri 4-5 ár þá höfum við geta gefið í þarna og því sjáum við það ef þið horfið á tölurnar í kringum 2016 og berið það saman við framlögin í ár að þá breytingin veruleg. Þetta það bil 4-földun á þessu rúmlega 5 ára tímabili sem fer í viðhald á leikskólahúsnæði. Síðan að brúum bilið og það verkefni sem gengur út á þetta að stefna því að öll 12 mánaða börn og eldri fái boð leikskólapláss innan næstu ára. Við sögum 4 til 6 ára samfylkingin og höldum okkur bara við það upplegg. Þetta það bil innan 4 ára frá þessum tímapunkti. Við lögðum upp með það að byggja 5-6 leikskóla en í þeirri endurskoðun sem núna stendur yfir, þá erum við að gefa aðeins í. Við sjáum að það þörf á fleiri
plássum. Það eru fleiri að flytja inn til borgarinnar, bæði börn af erlendum uppruna og innfæddir, og líklegt að við munum fjölga áður en yfir lýkur svona tæplega 1100 pláss, og það gert bæði með því að byggja nýja leikskóla, með því að taka í notkun leikskóla í eldri byggingum, sem kannski svona það nýjasta sem við höfum gert í anda græna plansins, að það ekki alltaf að hlaða upp nýrri steinsteypu. Við eigum ýmsar eignir í borgarlandinu sem að geta gengið í endurnýjun lífdaga með því að gera þær upp, og erum með nokkur þannig verkefni á teikniborðinu núna, eins og við Kleppsveg og Safamýri. Og áherslan núna meira á nýja leikskóla og minni á viðbyggingar, því það hefur sýnt sig að þau verkefni eru oft mjög erfið í framkvæmd, taka langan tíma og svona bæði og veldur líka auðvitað talsvert miklu raski á þá starfsemi sem fyrir Hér sjáum við bara stutt yfirlit yfir þessa nýju leikskóla. Gulmerktir eru þessi 2 nýjustu verkefni. Kleppsvegurinn og Safamýrin. Þar erum við að taka sem við gamla Safamýraskóla í endurnýjun lífdaga og ætlum að opna þar nýjan leikskóla í byrjun næsta árs. Og hér eru myndir úr glænýrri hönnunarsamkeppni á nýjum leikskóla miðborgarinnar sem var kynnt í desember rétt fyrir jól, og við erum mjög spennt fyrir. Yfirlit yfir viðbyggingarnar við nokkra af þeim leikskólum sem í gangi. Við erum að fækka þessum viðbyggingum, en þó eru þarna nokkrar mikilvægar sem ennþá eru inni, og hér eru nýja leikskóladeildir sem þegar eru opnaðar. Eitt af þeim verkefnum sem við höfum lagt áherslu á að bjóða upp á sér útbúnar ungbarnadeildir. Þá eru þetta deildir sem að geta tekið við börnum alveg frá 12 mánaða og upp úr. Við erum ekki komin svo langt niður í aldri ennþá, en höfum verið að taka inn svona 15-16 mánaða börn þar sem að biðlisti býður upp á það, og þær eru orðnar núna 31 talsins út alla borg, eru svona frá 7 og upp í 10 að opna á hverju ári, og þessar deildir eða viðkomandi leikskóla fá þá sérstakt fjármagn til þess að bjóða upp á bæði leikrými og inni og úti. Það er að taka í notkun ný skiptiborð og laga salernisaðstöðu og svo framvegis. Þannig að það ýmislegt sem hangir á spýtunni, og síðan kemur auðvitað sérstakt fjármagn í búnað, leikföng og annað sem þarf að vera til staðar. Það samstarf fjölgun hjá sjálfstætt starfandi leikskólum, og þetta yfirlitið það sem þegar komið fram þar. Síðan vildi ég svona rétt bara hnykkja á því, við erum með mjög spennandi verkefni sem tengist bæði inn á leikskólasviðið og grunnskóla og heitir Betri borg fyrir börn. Þarna erum við að leggja meiri áherslu á nærþjónustuna, við sem að bjóða upp á þéttan stuðning í samstarfi skóla- og frístundasviðs við velferðarsviðið, færa þjónustuna í nærumhverfi barnanna, leggja áherslu á snemmtækan stuðning og færa stjórnunna nær vettvangi. Þannig að þetta svona hvort tveggja í senn, nærþjónusta og dreifstýringarverkefni. Hér eru síðan bara glænýjar tölur varðandi styttinguna, því það hefur verið komið inn á það í ykkar erindum hvernig útfærslan þar. Það voru skipaðir tímahópar á öllum leikskólunum 63 og þau fengu heilmikið frelsi til þess að útfæra þetta eins og viðkomandi starfsmannahópum sýndist að væri farsælast, og niðurstaðan þessi að það eru langflestir sem að velja að fara alla leið í 36 tímana, stytta 4 tíma á viku. Nokkrir fara í 37 eða 4 og 6 í 38. Og þetta var niðurstaðan af ferli þar sem var farið í gegnum þessa kosti, boðið upp á fræðslu og síðan kosið á milli þeirra valkosta sem að starfsmannahópunum þótti vera fýsilegastir. Og hér svona nánari útlistun á þessum valkostum sem að þarna eru í gangi. Og tíminn væntanlega langt komin hjá mér, en bara rétt hleypi gegnum nokkrar glærur varðandi menntastefnuna. Hún auðvitað siglingakortið sem við vinnum eftir. Hún var unnin á gólfinu hjá okkur. Þetta stefna sem að verður til í grasrótinni og síðan samþykkt í pólitíkinni eftir á.
mörg þúsund manns, tæplega 10.000 sem að komu að þessari vinnu og niðurstaðan var þetta meginmarkmið að öll börn vaxi, dafni og uni sér saman í lýðræðislegu samfélagi sem einkennist af mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífsins og það eru kannski 5 meginþættir sem við erum að leggja mest áherslu á. Félagsfærnin, sjálfseflingin, hvort ekki mjög mikilvægi þættir í leikskólaumhverfinu, sköpunin sömuleiðis, heilbrigði og síðan læsi. Og í nátengt læsinu þetta þessi efling málþroska og máltöku og það grundvallaratriði sömuleiðis í því sem við höfum kallað fjölmenningarlegt leikskólastarf. Heilmikið efni sem að okkar fólk hefur úr að spila í tengslu við menntastefnu, það komin verkfærakista með einum 400 verkfærum sem starfsfólk getur nýtt sér, sem tengist meðal annars þessum 5 hæfniþáttum og eru fleiri. Og við höfum lagt mikla áherslu á það alveg frá byrjun að það sé sérstakt nýtt fjármagn til þess að innleiða þessa stefnu og það eru 200 milljónir á ári sem að fara í nýsköpunar- og þróunarverkefni sem eru tengt menntastefnunni. Læt þetta duga. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir skóla. Nú ætla ég bara, ef þú hættir að deila glærunum, þá ætla ég að segja orðið laust og ég ætla bara að reyna að sjá þau sem að rétta upp hönd og ef enginn réttur upp hönd þá er þetta nú bara stuttur panel, svo kallaður, en þið getur líka svo bara að gripa orðið. En fyrst að þið eru öll svona þöglu týpunar, þá ætla ég kannski að fá að skjóta því hérna að ykkur. Sko Marta, Óskar og Kristín koma öll inn á það með einhverjum hætti. Hver gætir hagsmuna barna? Og er þá ekki kannski bara svona 1.000.000 króna spurningin þessi? Er það raunhæft að stytta vinnuvikuna án þess að það kosti peninga? Þess að markmiðið auðvitað það. Er það raunhæft? Og bara þið með öll hérna stökkva inni og svara þessari spurningu og mér finnst þetta nú kannski vera svona svo spurning sem að blasir við mér. Má ég segja eitt varðandi þetta? Endilega. Af því að við vorum 3 stjórnendur í Kópavogi sem sendum skrifum opið bréf einmitt það hver semur fyrir leikskólabörn, hver gætir þeirra hagsmuna þegar kemur að styttingu vinnuvikunar. Og mér langaði bara því Marta sagðist hafa að tala við umboðsmann barna og við sendum á umboðsmann barna og barnaheill og mennta- og menningarmálaráðherra og barnamálaráðherra, Samband íslenskra sveitarfélaga og fleiri. Margir höfðu ekki einu sinni fyrir því að svara okkur, en svarið fyrir hönd ráðherranna komi verulega á óvart og mér fannst í rauninni svona pínu lítið svona eins og væri verið að gera lítið úr þessum áhyggjum. Auðvitað náttúrulega sendum við þetta bréf til þeirra vegna þess að við höfum ágjörð að sveitarfélögin séu að ganga á rétt barna með því að leggja enga peninga í vinnustyttinguna og okkur var hreinlega beint tilbaka frá þeim, það var svarið frá ráðherranum. Yfirmenn menntamála í sveitarfélaginu okkur þessar ágjörð. Og þetta svona finnst mér mig langaði bara til að koma svo á framfæri af því að hún var að tala akkurat þetta, hverjir bera hagsmuni barnanna fyrir brjósti sér, að við virkilega reyndum að fá svör við þessu opinberlega en það hefur ekki skilað okkur því sem að við kannski vonuðumst til. Takk fyrir. Mér langar að því að hann Óskar byrja á því að fjalla lögin, að ég er nú svo gömul í starfi að ég tók þátt í því að sitja á bekkjum þinghússins þegar var verið að setja fyrstu lögin leikskólan 91-92 veturinn við fengum þau það leyti og það sem að við vorum svo stolt af hér á Íslandi og bárum það orð víða heim var það að lögin á Íslandi voru fyrstu lögin þar sem réttindi barnsins voru í fyrirrúmi. Það voru ekki réttindi atvinnulífsins. Við vitum það eins og þið sem hafi starfað erlendis og eins og í Svíþjóð að þá var réttur barna til að vera í leikskóla bundinn við rétt foreldra á vinnumarkaði eða í námi og börnin jafnvel heima þegar að foreldrar meira sem mistu vinnu. En hér á Íslandi var þetta sett inn í lög
þetta væri réttur barnsins og sá þráður hefur alltaf haldið í gegnum lögin. En svo virðist það bara vera svona aukaatriði þegar kemur að útfærslunni hjá mörgum. Og mér finnst líka mjög mikilvægt að því við erum búin að tala hér hvað þessar ógnanir, við vitum að það þarf að laga. Mér finnst líka allt í lagi að benda á, Skúli, að áður þessar tölur sem þú ert með aðsókninni í námið, þær eru það leyti þegar við vorum með mikið átak, rétt áður en þær tölur sem þú ert með, eru þegar var mjög mikið átak í gangi hjá sveitarfélögum, meðal annars með samningum við Háskólann á Akureyri það að fjölga leikskólakennurum. Þannig að við vorum búin að vera þarna í svona 5 ára ferli sem var bara mikill fjöldi. Síðan fer það átak burtu, það er ekki lengur og þá fer hrapið. Hrapið er ekki bara eitthvað sem tengist lengingu námsins, heldur líka því að það voru ekki lengur þessi átaksverkefni í gangi og auðvitað líka held ég auðvitað að það hafi vinnu aðstæður að hafi áhrif. Við sjáum að fólki á leiðinni burtu frá okkur og ég tala okkur, þá er ég að tala leikskólan, ég á mjög erfitt með að aðskilja mig honum. En auðvitað er ég ekki þar akkurat lengur, en leikskólinn hann þarf, þetta er svo frábær vinnustaður og þetta er svo frábært starf, en við getum ekki framfylgt því sem að Jóhanna Vigdís var að tala hér áðan varðandi málið og tilfinningaþroskan og allt saman ef við höfum ekki fagfólk. Þannig að það þarf að vinna í því að efla skólana og til að ná í fagfólki aftur þá þurfum við að laga vinnuaðstæðurnar. Já, ég held að þetta sé svona og ég bara þakka fyrir ykkur leikskólastjóra og leikskólakennara sem hafa sett bréf til þessara aðila. Umboðsmaður barna, hún gerði mikið úr því að börn ættu alltaf að koma að ákvörðunum sem þau varða. Þá má velta því fyrir sér hvernig komu þau að ákvörðunum sem að varðar styttingu vinnuvikunar. Ég náttúrulega held að það hljóta að vera þannig að stytting vinnuvikunar það hlýtur að vera stytting vinnuviku barna líka, eða stytting viðveru hjá börnum í leikskólum hlýtur að eiga að fylgja með. Það hlýtur að vera ný skilgreining sem verður á því hvað er fullur leikskóladagur. Fullur leikskóladagur getur varla verið 40 tímar í framhaldi af því þegar allur vinnumarkaðurinn er búin að stytta sig niður í 38 til 36 tíma, þá hlýtur það að gerast að pólitíkin verði að taka ákvörðun það að það séu 36 eða 8 tímar sem full leikskóla vera. Ég bara segi svona, takk fyrir mig. Og ég að koma inn, eða eru fleiri sem vilja? Já. Það eru fleiri spurningar, en þú mátt endilega koma inn og spurt. Já, bara, ég fann skipta máli að stilla eins upp þessari heildarmynd, því að þó að þetta sé aðgerðapakki sem að ná í nokkur ár aftur í tíma, þá veit maður það að það er ekki allir sem að ná að fylgjast með öllu sem að gerist. En þetta hefur verið algjört áherslu atriði hjá okkur að bæta þessar vinnuaðstæður á leikskólanum af því að við sáum að það var full þörf á því. Við erum auðvitað ekkert búin og við erum ekkert að halda því fram að það sé búið að leysa þetta í eitt skipti fyrir öll, alls ekki, en ég tel að þessi vinna, hún hafi verið mjög góð, við nutum góðs af aðkomu bæði okkar starfsfólks líka frá fagfélögunum, við fengum mjög góð innlegg frá bæði félagi leikskólakennara og félagi stjórnenda á leikskólum, auk þess að vera með bara alla hagsmunaaðila við borðið. Og niðurstaðan er þessi, það er búið að verja miklu tíma, fjármuni og orku í bæta starfsaðstæðurnar og mér finnst að það þurfi að horfa til þess í þessari umræðu styttinguna. Það er ekki eingöngu að horfa á það hvað erum við að setja á krónum og öðrum beint í styttinguna núna. Við erum búin að fjárfesta heilmikið í okkar leikskólum á undanförnum, sérstaklega undanförnum 3 árum til þess að bæta starfsaðstæðurnar. En svo verða menn auðvitað líka að horfa á það að þessi aðgerð og hvernig hún útfærð eru auðvitað bara eitthvað sem menn hafa samið báðir aðilar við kjarasamningsborðið. Takk fyrir þetta, Skúli. Nú eru 3 búin að láta vita af sér, svo ég sjái allavega og vilja fá að taka til máls og koma með einhverjar stuttar spurningar og þá ætla ég bara að bjóða Sigurði Grétarsinni að drífa vaðið. Ertu þetta, Sigurður? Já, það sem ég velti fyrir mig svona í tengslu þessu umræðu en og okkar aðeins hvernig
geta menn stytt, hvernig getur stytt í rauninni viðverutíma barna á þess að bitna á atvinnumöguleikum kvenna. Það svona kannski einmitt allir sem ég að hugsa, en þegar skúli nefndi þarna sko að önnur OECD-ríki væru með töluvert styttri meðalvistun á leikskóla. Það grunar mig líka að þau séu meðaltali með mun minni atvinnuþátttöku kvenna heldur en við. Þannig að þarna ákveðnir hlutir sem maður kannski þurfa að hugsa til og hvort við þurfum, og svo kemur alltaf spurningin sko varðandi sko raunhæf markmið, því að það eitt sem að maður læriði hérna í stjórnum sko með markmiðssetningu að það alveg skemmt slæmt að vera með óraunhæf markmið eins og að vera með engin markmið. Og Kristín Kristínu sá ég hérna 1400 leikskólakennarar og það þurfa að bæta við 2700, þegar maður tala nærri 300. Þá við eftir að taka svo 25% viðbót til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, því að það ekki, sko, það munurinn á einhversaldri og elstu börnum sem komast inn á haustin sem bilið sem það að brúa en ekki yngstu. Þannig að ég vekti fyrir mig að þurfi ekki að hugsa svolítið upp á nýtt raunhæft markmið að fjölga leikskólaplássum og hérna þrefalda leikskólakennara pluss þörfuna fyrir fjölgun leikskólapláss á sama tíma og við erum með kannski 40-60 leikskólakennara ára að fara á eftirlaun. Hvar á að finna leikskólakennara í allar leikskólana sem að byggja? Þurfum við kannski að fara lengja fæðingarorlof ennþá meira heldur en við gert? Þurfum við að fara að efla jafnvel dagforeldrakerfið aftur? Þurfum við að fara jafnvel að bjóða upp á samskonar niðurgreiðslu fyrir þá sem vilja ráða sínu upp hér? Eða bara eitthvað til þess að því að það raunhæft að fara upp í rúmlega kannski 5.000 leikskólakennara úr 1400 sem að þykkt til þess að gera það saman. Já, þá ég góður. Hver vill taka sér að svara? Sko, mér finnst, við megum ekki hætta að byggja, við megum ekki hætta að víkka út vegna þess að við þurfum á því að halda. Við getum ekki sleppt í að byggja leikskóla í nýjum hverfum. Bara því að stundu segir fólk, verðum við ekki bara hætta að byggja því við höfum ekki fagfólk til að vinna í þessu. Þetta auðvitað dilemma og þetta rosalega, sko, þetta mjög erfitt. En ég samt sko stuðningsmaður þess að við höldum áfram að byggja og bæta við. Auðvitað þarf kannski að vinna eitthvað meira með fæðingarorlofi og lengja það. Ég veit ekki með dagforeldrakerfið, ég ætla ekki að hafa skoðun á því hér, en ég held að við verðum að halda áfram, þú veist að þið ekkert að gefast upp, bara svona. Já, kannski meira að tala um að setja þess að styttu að raunhæfari markmið fyrir ekki en ef við ætlum að bara fara upp í 67% og til þess eitthvað sem við bara vitum að við náum aldrei, ekki að næstu 10 ára. Ég sammálaði Sigur í þessu sko, en gallinn svolítið þetta að menn hafa gert ákveðna hluti á Alþingi á sínum tíma án þess að vera í neinu jarðsambandi við það sem var að gerast úti í samfélaginu. Skiljið, þetta óbúslega fallegt markmið að vera með 2/3 af starfsfólki leikskólanna og leikskólakennara, en við erum svo ótrúlega langt frá því að það hamlar í raun og veru frekar heldur en að hjálpa í dag. Þetta meira svona eins og hrísvöndur skiljiði á öllum sem að reka leikskóla og ríkið hefur ekki gert í raun og veru neitt til þess að koma til móts í sveitarfélögin í því að láta þetta ganga upp. Og eina vitið ef við viljum ná fram raunverulegum árangri þarna að ríki og sveitarfélög vinni saman. Segi bara, horfist í augu við það hvað ætlum við að gera til þess að tryggja það að það séu nægilega margir sem fari í kennaranám og nægilega margir sem útskrifist, af því að því miður hafa allt of margir falli brott á námsleiðinni. Hvernig ætlum við að búa að þessum nemendum? Og ég meina við skulum vera sem betur fer ánægð með það góða sem að þó hefur gerst. Það eru ákveðnir hlutir sem að hjálpa. Það meiri skilningur á því að það þurfi að bæta starfsaðstæðurnar, það þurfi líka að koma einhverjir hvatar til þess að ungt fólk velji þessa greinar og ég held að það sé eitthvað að hjálpa okkur varðandi aðsóknina núna. Hún sem betur fyrir á uppleið og við þurfum bara að halda áfram að gera meira og tryggja að sú þróun haldi áfram. En ég vil aðeins hnykkja á þessu með opnunartímana því að það var nú eitt af því sem við lögðum til á sínum tíma í borginni og féll í svona grýttan jarðveg sums staðar en var reyndar mjög vel metið annars staðar. En mér finnst það algjörlega einbúið eiginlega fráleitt þegar við erum að stytta vinnutíman almennt á vinnumarkaðnum að við ætlum áfram að vera með börnin í
8,5, 9 eða 9,5 tíma á dag, yngstu börnin í samfélaginu hjá okkur. Þannig að þetta er auðvitað svona sáttmáli sem við þurfum að ná að koma þessu á þann stað að vistunartíminn sé styttri. Mér langar bara að segja, ég ætla bara að svara honum aðeins. Já, fyrir ekki það bara að láta ykkur vita að það eru svona 9-10 manns búin að biðja orðið, þannig að við skulum endilega bara hafa spurningar og svör svolítið knöpp svo við klárum fyrir kvöldmatt. Já, ok. Ég ætla bara að segja þegar að þegar lögin var breytt í 2/3 leikskólakennara, þá var því breytt úr 100%, bara það sé á hreinu. Þannig að löggjafinn lækkaði sig. Hvort sem að það hafi einhvern tíma raunhæft markmið allt annað mál. Búin. Takk fyrir það. Albína, þú ert næst á mælendaskrá, vonandi ertu ennþá þarna á línunni. Já, hæ. Sorry, ég með barn á brjósti, þannig að ég kannski, mér er svolítið vanta inn í þetta þessi umræðu bara almennt, svona viðhorf foreldra og ég nú nýsest í stjórn Samleiks, samtaka foreldra leikskólabarna í Reykjavík og við erum svona að koma þeim samtökum í gang aftur. Og sem foreldri, ég er akkurat núna ekki með leikskólabarn, ég er núna með 6 ára og 6 mánaða en ég er nýbúin að vera með barn á leikskóla og ég sjálf tók eftir því að aðbúnaður og svona aðstæði leikskólanum batnaði tímann sem dóttir mín var á leikskóla frá 2015 til núna 2020. Þannig að það var mjög jákvætt. Maður sá það á leikskólanum og það var verið að setja peninga í viðhald og bæta lóðina og aðföng og svoleiðis. Þannig að það var, og það foreldrar tóku eftir því. En mér finnst margt í þessu svona með þess að gagnrýna þetta þjónustuhlutverk. Þetta er náttúrulega blandað hlutverk sem leikskólinn er með og ég held að allir foreldrar geri sér grein fyrir því að menntunarhlutverkið er ótrúlega mikilvægt. En það hefur líka stundum brunnið við að við vitum rosa lítið hvað er að gerast inn á leikskólanum. Til dæmis, hvað gera kennarar, eða hvað er gert á leikskólum á starfsstöðum? Ég var margoft bara spurði það á mínu leikskóla bara svona að ég vildi vita það, hvað var að gerast, af því ég veit ekkert mikið leikskólastarf og það var ekkert aldrei hægt að svara því og ég var ekki gefið skyn að það var ekki verið að gera eitthvað mikilvægt. Það er bara svona leið til þess að auka virðingu fyrir faglega starfinu er að fólk viti hvað er verið að gera sem er faglegt. Og þannig að það sé kannski einhver leið fyrir leikskólakennara og bara til að auka virðingu fyrir sínu starfi að vera, auðvitað tekur þessi upplýsingabylum tíma en hún er líka mikilvæg af því það er mikilvægt að foreldrar skilji hvað er að gerast inn á leikskólanum. Svo einmitt þessar vistunartölur, ég er alltaf svolítið skeptísk á þetta því að ég þekki marga sem greiða fyrir lengri vistun en reyna samt að börnin þeirra séu aldrei meira en 8 tíma á dag. En þau þurfa þennan hálftíma til að hlaupa upp á ef eitthvað kemur upp á, þú nærð ekki að sækja barnið á réttum tíma. Þannig að það sem ég vil ekki sjá er tölurnar hvað fólk er að borga fyrir mikinn tíma, heldur hvað fólk er að nýta mikinn tíma. Þannig það er vel haldið utan það. Og ég er líka sammála Sigurði þessi samanburður á OECD-löndin og vistunartíman. Ég held að það sé ekki réttur samanburður löndin af því að í mörgum af þessum löndum þá er ekkert heildags leikskóli í boði og konur er ekkert á vinnumarkaðnum. Við getum ekki verið að bera okkur saman við lönd eins og Bretland, Þýskaland, Holland þar sem eru víðast hvar, ekki ríkisreknir leikskólar eða það er, hádegislega sem fólk þarf að taka börnin heim í hádeginu eða leikskólinn er kannski bara fyrir hádegi. Þetta er ekki sama kerfi og er hér. Við þurfum að vera að bera þetta saman miklu frekar þá aðalega við Norðurlöndin sem eru með sambærilegt kerfi og okkur. Af því það er svona, foreldrasræktarkenndin, hún er mjög sterk. Það vilja flestir foreldrar eða meiri tíma með börnunum sínum. En við erum öll toguð í margar áttir. Við þurfum að sinna okkar störfum, við þurfum kannski stundum að sinna foreldrum okkar eða ömmum okkur og afa. Við þurfum að sinna okkar eigin heilsu, það þarf að fara til búð, þetta er ekkert eitthvað það vantar svolítið mikið stundum, foreldrar alltaf settir í, þeir séu svona vondi aðeins sem alltaf biðja meira og meira og meira. En við erum að biðja meira af því við þurfum meira. Og einmitt þetta með styttinguna, til dæmis maðurinn minn, að styttingin á hans vinnustað, hún verður ekki útfærð með vikulegri styttingu, heldur bara með lengra sumarfrí. Af því þar eru starfsaðstæður þannig að það er ekki annað í boði. Og þá er styttingin eingöngu að fara af mínum vinnutíma vikulega, skilurðu. Þannig að þetta er flókið mál og mér finnst það er svo mikilvægt að þetta sé að við hugsum þetta bæði af því auðvitað ef foreldrum líður ekki vel þá líður börnunum ekki vel, alveg eins og ef starfsfólki leikskólana líður ekki vel þá líður börnunum heldur ekki vel. Takk kærlega fyrir Albína. Vill einhver bregðast við þessu örsnöggt eða eigum við að fá bara næstu
athugasemd eða spurningu? Má ég kannski bara aðeins, af því að, þú veist, auðvitað að þá, ger ég mér alveg grein fyrir því að, þú veist, hversu mikilvægt þetta bara sem þjónusta fyrir foreldra. Og ég held þess vegna að, sko, á meðan að þessi staða uppi, í leikskólanum, að það sé þessi rosalegi skortur á fagfólki og það sé þetta rosalega mikla álag á starfsfólki leikskólana, að þá þurfum við kannski að fara að ræða með svolítið öðrum hætti, sko, hvernig ætlum við að standa undir þessi þjónustu hlutverki gagnvart foreldrum og þessum auknu kröfum frá atvinnurekendum, vegna þess að við getum ekki látið það bitna á þessu faglega starfi sem við vinnum í leikskólanum. Þá þurfum við, og það ekki bara einkamál leikskólana eða einkamál sveitarfélagana, heldur þurfum að ræða þetta svolítið í svolítið stærra samhengi og við Alþingi og þetta umræða sem þarf að vera svo miklu stærri, að hvernig ætlum við bæði að sinna þessari menntun eins vel og við getum og síðan koma til móts við foreldra og kannski þurfum við þá að reynilega klippa þessa umræðu svolítið í tvennt og eins og þú veist að hafa verið uppi hugmyndir um að taka upp eitthvað svipað módel eins og í grunnskólanum þar sem að kennslu lýkur klukkan þetta og síðan tekur eitthvað eins og þú veist frístundin við eitthvað þú veist það en ekki alltaf að einhvern veginn dömpa á starfsfólk í leikskólanum þessum auknu kröfum þú veist ég er ekki að gera lítið úr þessum kröfum og þessari þörf foreldra á þessari þjónustu heldur að þurfa að einhvern veginn að aðskilja þá umræðu þessu faglega starfi sem í gangi í skólanum. Takk fyrir þetta, Óskar. Nú erum við með 8 manns sem að vilja taka til máls og þar af leiðandi hvet ég alla og okkur öll til að stytta mál okkar og bæði spurningar og svör. Dagný Rut næst. Hún hérna einhvers staðar. Sigurður, þú ert ekki á mute, en Dagný Rut ekki hérna? Þá bara stökkum við í næsta, það Sonja Björg. Er það einhvers staðar, Sonja? Já, ég hér. Hæ, já Sigurður, þú ert ekki ennþá komin á mute. Jú, núna, ok, sorry. Sonja, kannski þú bara á mute núna. Getur það verið? Já, ég búin að vera að tala hérna á mute. Bara byrja upp á nýtt, það allt í lagi. Já, ég vildi bara þakka fyrir þessar frábæra samræður. Og við erum búin að vera hérna með, ég og konum við vinnum bara á leikskóla, við erum búin að vera hérna með börn, þannig að við erum ekki búin að fylgjast kannski 100% með, en mín spurning til Kristínar. Mér er svo fróðlegt að vita með þegar við erum að tala kulnun eða að vera útbrenndur í starfi leikskóla. Skoðar, þú veist, eins og heimilisaðstæður, hvort það sé frekar fólk sem á börn eða var bara allur gangur á því. Takk. Já, sko, það er bara allur gangur á því. Það var bæði konur en það var kannski meira þetta að þú veist búin að vera 20 ár í leikskólanum. Þetta er ekki fólk sem það var búið að fara í gegnum leikskólakennaranám kannski með starfi, mjög algengt, vinni mest unnið og náttúrulega rosalegt álag að vera í fullu starfi og vera í fullu námi. Og svo heldur þetta áfram og svo finnst þér svo álagi svo mikið í skólanum að það einhvern veginn, það verður þannig að, en auðvitað kom það fram hjá mörgum að þær sáu, þetta voru konur, að þær sáu það áttu auðveldara með að samræma fjölskyldulífið sitt við vinnutímann í grunnskólanum. Þannig að þess vegna var það líka eftirsóknarvert sérst hjá þeim sem voru með börn á svipum aldri og þið eða kannski börn upp til grunnskóla. En þær voru samt ekkert endilega fyrir að hugsa að fara tilbaka þegar börn þeirra væri vaksin upp. En ég tala líka við eldri leikskólakennara sem er komin yfir 60 og hún hefur ekki sem dæmi neinn áhuga á að fara tilbaka inn í leikskóla. Telur líkamann sinn ekki vera til þess fallin að vinna þar lengur. Því miður.
Veit ég hvort þið svaraði nú? Ég sá að Marta Dögg, þú réttir upp hönd og þú vilt kannski bregðast við einhverju af því sem hefur komið fram frá fundamönnum. Þannig að ég ætla bara að hleypa þér að áður en Sigurður Ingi síðan kemur með spurningu. Takk. Þarna, já, mér langar aðeins að bregðast við því sem hún sagði hún Albína þarna með þarna að foreldrar væru að kaupa vistunartíma umfram það sem þið nýttu. Það hins vegar þannig að við verðum að manna leikskóla miðað við þann vistunartíma sem foreldrar kaupa. Við þurfum alltaf að gera ráð fyrir að börnin geti verið til staðar þann tíma sem að foreldrar borga fyrir þau. Þannig að við getum ekki gert neinar áætlanir sem að byggja á öðru. Við verðum alltaf að hafa starfsfólk til staðar. Og mín reynsla svo að þegar að starfsmaður sem fer út af deildinni hjá mér klukkan 4 á daginn, þegar hann á í rauninni að vera búinn í sinni vinnu og geta farið heim, að þá erum við, og sérstaklega núna í þessu COVID-ástandi, með smekkfullan fataklefa af börnum sem að við þurfum að koma í fötin og skila út fyrir dyr til foreldra þeirra. Þannig að það frekar að starfsfólki okkar komist ekki frá vinnu á réttum tíma. En mér langaði að fá að bæta við tvennu og ég skal reyna að vera mjög þarna stuttorð. Annars vegar ég að velta fyrir mér jafnræði meðal starfsfólks sveitarfélaga, því að ég veit að það eru aðrar stofnanir hjá sveitarfélögunum sem hafa nú þegar stytt vinnuvikunni hjá sér niður í 36 tíma. Þetta eitthvað sem ómögulegt í okkar starfsumhverfi og við til dæmis í mínu leikskóla erum að glíma við að leysa 13 mínúturnar sem þá 65 mínútur á viku fyrir hvern starfsmann og það reikningsdæmi ekki að ganga upp í okkar reikningsbókum. Og það eru dæmi það hér í Hafnarfirði að aðrar stofnanir eru að ekki loka en svona skilja eftir algjöran lágmarksmannafla til dæmis eftir hádegi á föstudögum. Hitt sem ég langar að minnast á varðandi styttinguna, það eru leikskólastjórarnir. Þeir gerur ráð fyrir að vinnuvikan þeirra styttist líka í svona 36-ish tíma vegna þess að ég held að flestir leikskólastjórar vinni langt umfram 40 tíma á viku. Þeir eru í dag störfum hlaðnir og það endalaust verið að bæta á þá verkefnum og á milli þessara verkefna þá skjótast þeir í aflýsingar inn á deild til að slökkva elda og bjarga því sem bjarga verður af því að þjónusta við börnin og foreldrana, hún alltaf látin ganga fyrir öllum öðrum störfum í leikskólanum. Og við erum að horfa til leikskóla sem eru mjög illa staddir varðandi fjölda fagfólks og það nánast engin tími aflögu fyrir leikskólastjóra til að vera þessir faglegu stjórnendur sem að leikskólarnir þurfa svo sárlega á að halda. Það bara ekkert svigrúm. En já, ég langaði bara svona aðeins að koma þessu að. Takk fyrir. Sigurður Ingi, þú ert næstur. Já, það. Ég starfsmaður sem að vinna í frístundaheimilum í Hafnarfirði og þannig ég að núna að glíma við svipað og Marta og Óskar að glíma við í Hafnarfirði varðandi leikskóla, varðandi styttingu vinnutíma í mínu starfsfélagi og þar akkurat sama krafan þar sem var töluð að fækka tíma án þess að það sé komið fjármagn eða skerðing á tímum hjá krökkunum hjá okkur og þá við að sjá bara munnurinn gat myndast bara akkurat á þeim tíma þar sem það venjulega fullt mannað starfsemi og þess vegna spjáð í hvort að það sé svipað að gerast þannig bara spurningi til skóla hvort að það hvernig hvernig styttingin að gerast í svona öðrum deildum varðandi bara til þess að frístundaheimilum í Reykjavík og fleira. Það var mín spurning og bara hvort að þeir séu líka með kröfu að það sé álíka kröfu og að leikskólann hafa. Það var ekki neitt fleira. Þannig að takk fyrir gott erindi. Skúli, vilt þú stökkva aðeins inn, brjóstu þessu? Já, einmitt, ég get byrjað að svara þessu. Við fengum einmitt bara í gær ágætis yfir þetta á fund okkar í skóla og frístundaráði, þar að segja hvernig svona samantekt yfir það hvernig okkar starfsstöðvar eru að útfæra styttinguna, bæði leikskólarnir, það voru tölurnar sem ég sýndi ykkur áðan, þar sem sagt rúmlega 85% ákveða að fara í fulla styttingu 36 tímana, gera það aðeins með mismunandi hætti en mjög margir útfæra þetta þannig að starfsfólk þá að taka 1 dag í viku
þar sem að það fer heim á hádegi. En þetta algjörlega val og ákvörðun hvers leikskóla fyrir sig. Síðan þetta þannig í grunnskólanum og allir grunnskólarnir nema 2 fara sömuleiðis í 36 tímana og öll frístunda starfsemin okkur, bæði frístundaheimilin og félagsmiðstöðvarnar. Svo vildi ég aðeins að því ég sá í umræðinni áðan, það eru svona einhverjir eðlilega að velta fyrir sig hvaða áhrif mun þetta hafa. Þú veist, hefur þetta einhver áhrif á starfið sem segja skipulag starfsins á leikskólanum, og þetta alltaf snemmt að segja til það. Við þurfum að sjá hvernig þetta teiknar sig. En við höfum verið að skoða það í sérstökum stýrihópi einmitt skipulag leikskólastarfsins, hvort að það sé skynsamlegt að horfa meira til grunnskólans varðandi uppleggið. Og það var svona einhverju leyti ábending sem við fengum frá félagi leikskólakennara sem hefur svolítið verið að berjast fyrir því að ná þessum jöfnuð við grunnskólana. Það talar við það sem að Kristín var að segja þannig að leikskólakennara telja að þeir séu með erfiðara starfsumhverfi og meira álag sín megin. Það sem að hefur áunnist í þessu að það komin svona ákveðin meiri jöfnuður varðandi launin. Það var heilmikill munur á launum leikskólakennara og grunnskólakennara. Það hefur jafnast að talsverðu leyti undanfarin ár. Og núna þessi umræða svolítið komin upp. Munurinn í dag snýst auðvitað heilmikið orlofið, fríin, miklu lengri frí hjá grunnskólakennurum heldur en í leikskólunum. Og þær hugmyndir hafa komið upp hvort að það eigi að bæði ávarpa það og líka að skoða það að leikskóladagurinn verði meira tvískiptur eins og dagurinn hjá börnum á grunnskólaaldri. Þannig að það sé þungin í fagstarfinu farið fram á fyrri hluta dagsins og seinni hlutin sé þá kannski meiri anda þess sem við þekkjum í frístundinni, meiri áherslu á óformlegt nám, á útivistina, á þætti sem að kannski frístundin hefur litið á sem sína styrkleika. En þetta erum við bara að skoða, það er ekki búið að taka neina ákvarðanir en þetta hefur verið rýnt og er bara mjög áhugaverð umræða. Takk Skúli. Nú eigum við eftir svona 7 mínútur af fundartíma og ég mikill aðdáandi þess að halda okkur innan auglýsts fundartíma. Þannig að þau 5 sem eru eftir á mælendaskrá, þetta verður bara svona eins og hraðaspurningar. Þið bara komið með spurningu beint á eitthvað sem þið viljið að svara ykkur og sem hefur það líka stutt svari. Þannig að Helena Rut, ef þú ert hérna þá ert þú með fyrstu hraðaspurningu. Einmitt, og var bara eiginlega að taka hendina niður þegar ég heyrði það, ég ætti að vera mjög snögg. En mér langar bara, þetta er svo flókið fyrir bara að stytta vinnutíma, eins og Kristín var að tala að stytta viðveru barna í leikskólanum. Það sem þið heyri í mér, það ekki? Já. Það sem áskorunum við þetta þetta er svo mikið frjálsræði, þannig að á sumum kannski vinnustöðum fer fólk bara fyrr á yfirvinnu, aðrir eru kannski að hætta á hádegi, annarkvöld föstudag, sumir fara nokkrum mínútum fyrr á hverjum degi, aðrir eru að safna sig í sumarfrí, þannig ég sé ekki hvernig við eigum að ná því að stytta vinnuviku barna og svo langum bara líka að koma inn á að við erum að tala um styttingu og breyta vinnulagi í leikskólanum, hafa þetta kannski meira svo frístundi eitthvað í þá áttina. Hversu sjarmerandi svo tilhugsun að kannski bara að börnin fari bara 2 klukkustundum fyrr heim. Mér finnst þetta, ég er svolítið hlynngt eins og þetta í Svíþjóð, þú bara færð þann vistunartíma eins og þú vinnur. Af því að foreldrar hljóta vera fyrstu og helsti umönnunaraðili barnanna. Þannig að ég myndi, og ég kom inn á spjallinu áðan, ég myndi miklu frekar vilja sjá til dæmis fjármagn fari að gera foreldrum kleift að vera heima lengur með börnunum heldur en að stofna ungbarnaleikskóla þar sem að þau eru að fara að eyða 8 til 9 stundum yfir daginn. Frekar að auka tengslamyndur milli foreldra og barna. Mér finnst þau alveg hafa farið fram úr okkur á tiltölulega stuttum tíma. Það er ekkert mörg ár síðan að leikskóli var að heildags fyrir alla. Þannig að þetta voru bara svona mínar vangaveltur. Takk. Má ég aðeins? Örstutt. Já, ég ætlaði bara að segja varðandi leikskólinu þetta,
það verður alltaf að vera leikskóli fyrir ákveðin hóp fólks. Ég meina, þegar ég byrjaði að vinna í leikskóla, þá vorum við að taka börn í 2 mánaða, bara svo það sé ljóst. Við vorum með deild fyrir 2 til 9 mánaða. Og hérna, en við þurfum alltaf að hafa leikskóla fyrir ákveðin hluta barna. Og það bara barnaverndarmál. Bara svo það sé klart. Ég alveg sammála því, en mér finnst þú svolítið svona sem samfélag, og ég veit að það allt, himinn og haf, það alls konar þarna úti. En mér finnst þú svolítið sem samfélag svolítið einhvern veginn vantreysta foreldrum. Já, en ég ætla bara að minna á það að við þurfum alltaf líka að hugsa. Já, ég veit. Já, bara þannig sé. Ég er alveg sammála því. Takk fyrir. Næsta hraðaspurning kemur frá Mörtu Dögg. Ertu þarna, Marta? Marta ætlar ekki að spyrja. Nei, ég held að hún sé farin. Þá það Guðbjörg Stefanía. Já, bara takk fyrir mig. Þetta búið að vera mjög fróðleg og góð erindi. Ég nú svo heppin að vera báðum megin við borðið. Það að ég aðstoðarleikskólastjóri og í pólitík. Og þar alltaf verið að matreiða þetta ofan í okkur sem erum í pólitíkinni að þetta má ekki kosta og þetta má ekki að vera nein viðbót, en svo ég hinum megin við borðið sem aðstoðarleikskólastjóri og ekki að sjá það. Hvernig það bara eigi að virka og í þessari umræðu svolítið þá finnst mér við oft vera að gleyma því að leikurinn helsta námsleið barna í leikskólum. Og svona, ég var bara að hugsa hvort maður væri, ég held að svona hlutir virki ekki nema að við hættum að því, leikskólinn finnst mér fellur á milli þess að hann þjónustustofnun að mati einhverja og annara að leikskólinn kennslustofnun, fyrsta skólastigið. En aðrir eru bara á því að þetta sé þjónustumiðstöð, þjónusta, samfélagið, atvinnulífið og foreldra. Og þetta bara svona, svo ég fá að sletta svolítið dilemma sem að þarf að leysa úr. Ég bara á þeirri skoðun og ég veit, þetta kannski ekki spurning, en ef að þetta virkar þannig að það faglegt starf eigi að vera á milli 8 og 2 og svo á þetta að vera eins og einhver frístund eða vinnustundin á að vera svona hinsegin, þá finnst mér að það eigi bara að koma frá ríkinu að þetta verður bara eins og þetta skólaskylda eða að allir leikskólar á landinu þeir eru með opið eða skólaárið frá ágúst til maí, það kemur sumarfrí í júlí, að þetta sé samræmi. Af því það allir skólar að vinna þetta í einhvern sikuru lagi og það þarf samræmi á milli þeirra og þá þurfa sveitarfélögin að stíga upp af því að þjónustan í höndum þeirra og peningarnir eru þar sem kemur frá ríkinu. Kannski ekki spurning, en þetta svona leikurinn lifi. Takk. Takk fyrir, bara mjög gott innlegg og þá eru Bryndís og Björg, það einu sem ég veit eftir, sem veit til að stíga á mælendaskrá og ef að þær eru ennþá hérna þá getur önnur þeirra að varpa fram hraðaspurningu núna. Já, ég heiti Björg. Blessuð. Og halló. Já, ég þakka bara fyrir öll erindin og margt mjög fróðlegt og margt mér langar til en ég veit að stuttu tíma eftir en ég ætla bara að vinda mig í það sem númer 1 hjá mér núna. Að það að mér finnst að við þurfum að gæta jafnræði barna og það finnst mér alls ekki gert á Íslandi því að þetta bara fer eftir sveitarfélögum hvað mörg börn eru í hverjum leikskóla. Sem sagt, þessi gömlu barngildisreikningar sem voru, þeir eru allan að enn í líði í mínu sveitarfélagi, en eru orðin eins og 5 ára börnin hana í Reykjavík sem betur verið orðin reiknuð sem 1, en enn 0,8 hjá okkur. Og þetta náttúrulega hjálpar alls ekki til fjöldi barna við styttingu vinnuvikunnar, að við rétt getum farið í 65 mínútur hjá mér í dag. Og það gengur ekki alltaf vel. Þannig ég segi bara, verður við ekki bara að fá aftur ný barngildisreiknisviðmið sem að allir geta sett sig við og gæta jafnræði barna. Takk.
Takk fyrir. Ég bara gerir ráð fyrir að Bryndís sé farin, mögulega, ef hún gefur sig ekki fram. Og rauninni tíminn okkar búinn, augljóstur fundartími, og ég ætla bara að þakka okkur öllum kærlega fyrir að koma. Við brutum sem sagt 300 manna múrinn núna í kvöld og það komist ekki fleiri á fundinn vegna þess að Zoom býður ekki upp á fleiri gesti heldur en 300. En ótrúlegur áhugi, frábær erindi, bara þakka ykkur kærlega fyrir, Marta, Skúli, Kristín, Óskar Steinn og þið öll líka sem komið með góða spurningar og voru virk í spjallinu. Takk fyrir öll sem öll og við sjáum bara á næsta fundi menntamálanefndar, Samfylkingarinnar. Bara, takk og bless. Takk fyrir fundin. Takk og bless. Búið hérna.